daginn. Þessi nótt var rosalega skrítin nótt. Anna litla er upp á barnaspítala. Anita, mamma hennar, auðvitað, eins og þið vitið, hún er með henni þar. Og hún er eitthvað veik. Hún er allavega með þvagfærasýkingu. Í gær var tekið mænuvökvi. Það vorst að fara í mænuna hjá henni og tjekka hvort það væri eitthvað að. Það tekið blóðprufa. Hún er á sýklalyfjum. Og það er ekkert vitað þannig séð. Allavega er vitað að hún er með þvagfærasýkingu. Hún var með 39 stiga hita í gær. Þegar Anita mældi hana í gærkvöldi eða gær nótt, þá var hún með 38,5 og svo þegar hún var komin upp á barnaspítala þá var hún með 39, maður það ekki 39 eitthvað eða bara 39 slétt. Þannig að hún er búin að vera þar. Ég var að heyra í Anitu áðan og þá var hún búin að gefa henni að drekka, að borða. Þá ælir Anna litla. Þannig að ég er núna, strákarnir er að fá sér að borða. Ég er núna að bíða eftir því að tengdaforeldrar mínir komi og verða aðeins með strákana. Þannig ég get brunað niður á Landspítala og aðeins að vera með og þá veit ég líka aðeins meira. Planið er að taka ykkur með en ég veit ekki hvað ég ætla að sýna mikið. En þetta er svona sem við viljum ekki leyna frá ykkur eða þú veist, líka bara þegar Anna er orðin eldri þá getur hún séð þetta. Ég ætla að klára að drekka kaffibolla minn og gefa strákunum aðeins eitthvað meira að borða og ég grípi vélina bara þegar ég er á leiðinni upp á Landspítala. Má ég fá bröðs? Baltasar, má ég fá bröðs? Nei. Segðu. Nei. Er þetta Bíbí? Já. Fúmi. Það var svona smá update hvað er búið að gerast. Við erum búin að breyta aðeins andirinu. Við vorum með risastóran bekk sem tók ógeðslega mikið pláss. Við erum búin að henda þessu upp. Og spegillinn sem var í andirinu, ég veit ekki hvort þið muni eftir speglinum. Við færðum hann með yfir vegginn. Þannig að afsakið draslið. Það var hann komin með yfir vegginn. Og já, það er eiginlega ekkert annars annað sem ég man eftir sem við erum búin að gera án þess að þið vitið af því. Allt í lagi, Baltasar? Já. Við erum ennþá að leita að fullkomna listaverki á þennan vegg. Þessi veggur er þrjustór og okkur langar í eitthvað eitt listaverk sem fær að njóta sín á öllu þessu vegg. Hvað það er, veit það ekki. Þannig að ef þú þekkir einhvern listamann eða listakonu eða eiginlega skiptir ekki máli hvað það er sem hún er að gera, okkur langar alveg að fá að vita hvað einstaklingurinn er að gera. Persónulega finnst mér skemmtilegra ef þetta er einstaklingur sem er að verða, er ekki orðinn eitthvað frægur eða orðinn eitthvað svona vinsæll, skilurðu. Þannig að maður vill auðvitað alltaf styrkja einstakling sem er að koma svo á framfæri. Ég sé fyrir mér á þessum vegg eitthvað langt og tekur alveg þetta pláss af veggnum, skilurðu. Fattið hvað ég meina.
Þetta má vera úr járni, þetta má vera úr gleri, þetta má vera málverk. Fattar það skiptir ekki, þú veist, við erum alveg opin fyrir öllu, okkur langar rosalega að setja eitthvað á þennan vegg. Og líka hugmyndir hjá eldhúsborðinu, já hvað heitir þetta? Shit. Hausinn á mér ekki alveg í sambandi. Ef þetta skrítið blogg, þá byrst ég afsökunar á því. Þú veist, hausinn á mér ekki alveg, þú veist, dóttir mín er á spítala og þú veist, maður ekki alveg, mann ekki á sama, sko. En, hvað segirðu, Benjamin? Hvað viltu? Duddu? Gjörðu svo vel. Það var samt dudda hérna beint fyrir fram að þig. Viltu sjá þig? Þetta búinn? Já. Má ég taka það? Já. Já. Og já, Benjamin kominn í leikskóla. Hann búinn að vera aðlögun seinustu viku. Gengur svona sæmilega vel. Hann þetta sár þegar ég fer með hann niður eftir og þegar hann fattar að ég að fara þá verður hann svolítið lítill lísur og grætur sem svona eðlilegt, sko, en ég held að gangi bara þokkalega vel, sko. Ég ætla aðeins að sinna strákum. Ég fekk lista yfir því sem ég átti að ná í eða þegar ég fer upp á Landspítala fekk ég lista frá Anitu. Ég átti að ná í taupleiður, teppið sem Anna litla sefur alltaf í og sú sem heklar þetta eða prjónar þetta fyrir okkur, sendir okkur. Takk aðeinslega. Er þetta Wii U? Wow! Ertu ánægð með hann? Já. 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 Já, og bara takk aðeinslega, við erum búin að nota þetta endalaust mikið. Ég átti að koma með vatnsbrúsa. Ég átti að láta hann að fá sokka. Og brjóstahaldara svona til að gefa. Samfellur og sokka og eitthvað svona dót fyrir Önnu litlu. Það eru bleiur fyrir Önnu litlu. Ég ætla rétt að vona 10 bleiur séu nóg. Í versta falli kem ég bara aftur og næja hana. Það er náttkjóll á Anitu. Og það er peysa sem er svona gjafapeysa. Kósí buxur. Ég held að ég eigi að láta hann að fá þetta hérna líka. Eitthvað sem er bleikt og með svörtum röndum. Þetta getur alveg verið það. Og brjóstakapu. Þá ætti hún að vera tilbúin. Það er einhvað sem segir mér að strákarnir svona finni á sér að það sé eitthvað að, en ég gaf þeim ís. Benjamin og Baltasar, þeir eru svona pínlítið litlir í sér núna. Þeir eru að horfa á einhverja teiknimynd og ég tók eftir því þegar ég var að hafa til dóti fyrir Anitu og Önnu að njótum lífsins fatnaðurinn, bólirnir sem við erum að selja. Við eigum ótrúlega lítið eftir og ég vil þakka þeim sem eru búin að panta og eru búin að fá bóli, bara takk aðeinslega fyrir að panta. En það sem við eigum eftir eru 2 strákabólir, medium og large, og við eigum 3 stelpubóli sem er small, medium og large. Já, þannig að ef þið viljið grípa ykkur þá hvet ég ykkur í að grípa þetta mjög fljótlega. Ja, herru, þá er ég komin niður á Landspítalann, Barnaspítalann. Reyndar svolítið síðan, við erum búin að fá okkur að borða. Ég er búin að fá til búð og kaupa svona mönns fyrir Anitu, þá hún þarf að vera hérna allavega 2 nætur í viðbót. Og Anna litla hafa verið að mæla hana svona rétt á hann. Þá var hún 37,8. Hún er allavega ekki ennþá með svona ofsahita, en það gæti verið að stíllinn sé ennþá að virka, veit það ekki. Eftir smástund hún að fá sýklalyfin aftur og ástæðan fyrir að hún er með
Sérst hendin á henni svona, hún ekki handleggsbrotin. Ég hélt fyrst þegar ég sá mynd þegar þú sendir, þegar ég sá þetta á snappinu. Þá settur þetta á snappið. Þá hélt ég hún hafi verið handleggsbrotin. Þetta lítur út eins og hún sé handleggsbrotin. En þú veist, það er hérna æðarleggur og slanga þannig að fyrir sýklalyfin. Já, og svo settu þér USB-plugg Þetta er fast í löpina. Þetta er bara nemi hérna. Og svo kemur svona plugg til að stinga í samband og setja henni í hleðslu og svona. Þetta er svona, þetta er víst gert við öll börn í dag. Nei, ekki vera búið. En hérna, já, þannig að við erum bara að bíða eftir núna að sýklalyfin komi. Annað ætlar að gefa henni aðeins að borða og já, ég fer bráðum að fara að koma aftur heim, koma einhverju mat í strákana, koma þeim í lúllið, svo bara bíða þangað til að það kemur nýr dagur svo ég geti komið aftur hingað og kíkt á þau. Kíkt á þau hérna. Já. Herru, þá er ég á leiðinni heim. Ætla að kaupa eitthvað aðeins að borða fyrir strákana og leysa hérna tindamömmu og tindapappa af. Græja strákana, Anita og Anna eru ennþá heima. Heima, já. Þetta er ömurlega leiðilegt, ég verð að viðurkenna það. En Anita og Anna eru ennþá niður á barnaspítala. Hugsa ótrúlega vel um þau. Og það sem er að fara að gerast er að hérna það er bakka hérna og það er óþolinmóður jeppa skratti þarna svo við þess. Já, og hérna hún er að fara að fá sýklalyf aftur og hún er að fá sýklalyf 8 tíma fresti. Það er búið að staðfesta að þetta er þvagfærasýking. Það er ekki búið að staðfesta hvort að það sé það eina sem er að, eða þú veist, er í gangi. Getur verið eitthvað annað, getur verið að þetta sé bara allt saumt. Kemur ljós, Anna og Anita verða þarna þangað til á mánudaginn. Þá get ég pikkað upp. Og þriðjudaginn er ég að fara að byrja að vinna aftur. Þetta er rosa erfitt, rosa skrítið. En já, ég ætla að fara að koma mér heim í Hafnarfjörð. Já, herðu, klukkan er þetta í 9:30, strákarnir eru farin að sofa. Ég er bara að koma mér upp í rúm, ég ætla að klippa þetta, setja á netið. Þetta er búið skrítinn dagur, sakna konuna minnar og leiðilegt að annar litla er á spítala. Er allt frekar skrítið. Sjáumst á morgun. Takk fyrir það. Og takk fyrir áhorfið. Mundu, þú ert frábær. Þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins. Verður góður dagur á morgun.